Nú er ég að fara að tala um myndmál í ljóðum og túlkun ljóða. Og myndmálið, það er margþætt. Helstu tegundir, það eru svo sem til fleiri en ég ætla bara að láta þessa duga. Og það einfaldasta er svokölluð beinmynd og þá lýsir bara skáldið einhverju og við sjáum nákvæmlega það sem hann lýsir. Þarna er maður. Út á túni er kýr að bíta gras. En svo förum við yfir í myndirnar við líking eða sem er oft kallað líking og þarna er lykilorðið eins og. Maðurinn er eins og asni, að vera líkja honum við asna. Það er alltaf einhver svona orð eins og, sem, líkt og við eitthvað svoleiðis. Svo getur það verið myndhverfing að þá er ein mynd látin breytast yfir í aðra og breytast getur þýtt að hverfast yfir í aðra. Maðurinn er asni og bara maðurinn orðinn að asna. Það er að segja í myndin er þannig og svo er það persónugerving að þá er einhver dauður hlutur sem að fær mannlega eða persónulega eiginleika, haga sér eins og persóna. Bíllinn blikkaði augunum, einhver að senda blikka ljósum og skáldið og ákvaðaði breyta þessu yfir í persónugervingu. Og myndmálið er víða að þessu við tökum eftir í nálarauga. Það er auðvitað ekkert nál hefur ekkert auga, hún er bara gat. Það talaði um nefið á ausunni sem við hengjum ausun á. Það talaði um öxl á fjalli og háls í landslagi, aka yfir hálsinn eða stólfótur. Þetta er ekkert fótur, þetta er bara rör eða spýta. En þetta er svona líkingamál eða myndmál sem að er bara mjög algengt og við tökum ekki eftir. En við erum alltaf að nota myndmál. Snúum okkur þá að hinu ljóðræna myndmáli og eitt er kallað beinmynd og þá bara er skáldið að lýsa því sem að hann sér nákvæmlega og við bara sjáum það. Þarna er kind að bíta gras í sólskininu. Það er ekkert mjög skáldlegt við þessa línu enda er þetta ekki úr neinu ljóði. Þetta er bara svona lýsing. En hér er hins vegar ljóð. Hokinn satt á tröppu en hörkufrost var á og hnipraði sig saman uns í kufung hún lá og kræklóttar hendurnar titra til og frá tötrana fálma sér velgju til að ná. Og hvað sjáum við hér fyrir okkur? Ef þið ættu nú að lýsa þessari beinmynd þá þurfa að lýsa því í örstuttu máli. Hvernig gæti sú lýsing verið? Það þarf ekki að fara til smáatriði. Og hérna er svona tillaga. Ég sé mynd þar sem kona situr bogin í kulda og skelfur. Mætti kannski bæta við hún er einhvern veginn að reyna að ná sér í velgju hita. Má uppröðun yfir í bragfræðina sem þið lærðu fyrst með stuðla og höfuðstafi og rím. Þið sjáu að hérna er alltaf sama rím. Þetta heitir þá samhenda, runurím og ljóðstafirnir. Hokinn satt á tröppu en hörkufrost var á og hnipraði sig saman. Há. Kræklóttar hendurnar titra til og frá tötrana fálma. T. Og þetta bláa hérna, þetta eru allt forliðir, eru áherslu litlir forliðir. Þeir hverfa, þess vegna er sem að höfuðstafurinn hér. Hann telst vera fremstur í línu þetta og er ekki talið með. Og hlustiði nú vel hvernig þessi orð eiginlega hverfa. Hokinn satt á tröppu en hörkufrost var á og hnipraði sig saman uns í kufung hún lá og kræklóttar hendurnar titra til og frá tötrana fálma sér velgju til að ná. Persónugerving. Dauð fyrirbæri fá einkenni lifandi vera. Þau eru gerð að persónum. Gera eitthvað sem að bara persónur geta. Eins og dýrabjallan gargaði, ekkert mjög skáldlegt. Eða bílvélin öskraði, myrkrið læddist. Þetta er allt persónulegir eiginleikar að læðast eða öskra eða garga. Þetta myndi heita persónugervingar ef þetta væri í ljóði. Og hér eru dæmi tvö ljóð. Hérna er komin alvöru skáldskapur. Vegurinn liggur á sléttunni og hvílir sig eftir fjallið. Og þetta er svona nútíma ljóð. Eða óhefðbundið eins og að stundum kalla. Það heiti fer nú að verða
gamaldags. Það eru miklu fleiri held ég sem virkja svona nú til dags. En þetta vegurinn liggur, vegurinn er persónugerður, sagt að hann liggi og hann er líka persónugerður með að segja að hann hvíli sig. Og annað ljóð, en hvaða máli skiptir þetta þegar lífið býður fyrir utan og hringir dyrabjöllunni. Lífið býður, persónugerving og lífið hringir, persónugerving. Og sem sagt ef þið fengjuð þetta í verkefni, findu persónugervingar og gerðu grein fyrir þeim, það er ekki nóg að strika undir eða eitthvað, heldur að segja eitthvað, vegur er gerður lifandi, vegurinn er gerður af persónu, með því að segja að hann liggi og að hann hvíli sig. Lífið er gert lifandi með því að segja að það bíði og að lífið hringi bjöllu. Viðlíking, og þarna er alltaf tengiorð, eins og, líkt og, sem, áþekkt, álíka, mögulega til fleiri einhverju orð sem hægt er að nota. Ég meiri sé að sé tvípunkt. A er eins og B. Einhvern veginn svona hljómar þetta til að það teljist vera líking. Og hér er lítið og nett erindi, sjáið þið viðlíkingu eða líkingu. Þið sjáið að ég er búinn að feilletra eins og, hvað er eins og hvað? Reynið nú að finna það. Og hér er þetta, fífan, ég ætla að vona að þið þekkið þetta blóm, alveg skjannahvítt blóm, svona eins og bómullabrúskur efst, oft í einhverju votlandi. Fífan er eins og drottning. Fífa er hvít eins og drottning himna, ef við viljum vera nákvæmari. Þetta er sem sagt viðlíking þar sem fífunni er líkt við drottningu eða drottningu himnanna. Og ein tegundan, myndhverfing, það er þegar að mynd breytist í aðra mynd, hverfist yfir í aðra mynd og þetta er mjög líkt viðlíkingu nema tengiorðunum er sleppt. Eins og líkt og þú ert eins og asni væri viðlíking en þú ert asni er bara myndhverfing. Og þetta er úr ljóði, lengi var ég lokaður gluggi og það bara sleppt þessu tengiorði, lengi var ég sem lokaður gluggi eða lengi var ég eins og lokaður gluggi. Hugsanir okkar eru eins og fuglar. Nei, hann yrkir þetta svona með myndhverfingu. Hugsanir okkar, fuglar sem flugu í gegnum brjóstið. Hugsanir okkar eru gerðar að fuglum. Ég er gerður að lokuðum glugga ef við ættum að útskýra. Og hér er svo eitt dæmi viðbót. Sumir dagar eru hús sem við læsum vandlega áður en við hverfum út á vettvang áranna. Og hvað þýðir þetta? Í raun og veru, við sjáum að myndhverfingin er að dagar eru gerðir af húsum eða læstum húsum og væntanlega eru þetta einhverjir dagar sem við bara viljum gleyma, erfiðir dagar.